Útflutningur á íslenskum landbúnaðarafurðum viðameiri en margan grunar. Meðal helstu útflutningsvara okkar eru lambakjöt, lax og silungur úr eldi, dúnn, gærur og lifandi hross. Auk þessa eru ostar, undarennuduft og aðrar mjólkurvörur fluttar út, refa- og minkaskinn, hrossa- og nautgripahúðir og svo íslenska ullin. Á síðustu árum hafa svo nýjar útflutningsvörur skotið upp kollinum, en það ýmislegt sem alla jafna hent í ruslið sem aðrar þjóðir eða íslenskir frumkvöðlar kunna að nýta. Já, það má segja að sagan sé nú orðin svolítið löng í útflutningi á landbúnaðarafurðum og þá fyrst og fremst þetta hófst allt með útflutningi á lifandi sauðfé sem var flutt til Skotlands, Bretlands eyjanna til slátrunar þar. Ætli það ekki verið svona seint á 19. öldinni þá, fyrir 1900. Svo þróast náttúrulega slátrun á Íslandi og þá kannski slitnar svolítið þessi má segja lína á erlendum markaði og þróast yfir í það í ákveðin tíma sem leiðir síðan af sér ákveðna svokallaða útflutningsskyldu, þannig að það var bara ákveðið af hálfu landbúnaðarráðherra hvað ætti að flytja mikið út, hversu stórt hlutfall af framleiðslunni. Og þá var þetta nú kannski meira þannig að reyna að losna við þetta kjöt og lítill metnaður í því að markaðssetja það eitthvað sérstaklega sem íslenska framleiðslu, heldur var þetta staðgönguvara sem var troðið inn á erlenda markaði með eins ódýrum hætti og menn sluppu með. Síðan þessi útflutningsskylda tekin af og menn framleiða náttúrulega bara á markað og þá kemur leið meiri hvati og meiri metnaður í að markaðssetja lambakjötið og skapa aukin verðmæti. Þannig að ég myndi segja það allan tíman að það sem fékkst þó með því, það eru skipta skoðanir það hvort það hefur verið rétt að afnema þessa útflutningsskyldu svokölluðu. En ég nú þeirrar skoðunar ennþá að það hefur verið rétt að gera það vegna þess að hvatinn varð meiri til þess að nýta þessa frábæra afurð í að markaðssetja á erlendum vettvangi. Það er eins og þannig staða í þessu með framleiðsluna í dag. Við erum að slátra 550.000 kindum, rétt svona 10.000 tonnum á Íslandi á hverju ári. Slátrum þessu á tiltölulega stuttum tíma, einhverjum 8-9 vikum. Og við þurfum að flytja út svona 30–35% af framleiðslunni eins og þetta hefur verið hjá okkur til þess að allt gangi upp. Og þá náttúrulega mjög mikilvægt að reyna að hámarka virði þessara afurða. Og besta leiðin til þess að markaðssetja kjötið náttúrulega að selja söguna með. Og saga þessara afurðar á Íslandi mjög merkileg í raun í svona stóra samhenginu á þessum heimsmarkaði og þannig verðum við að fara fram með okkar markaðssetningu að vera að selja svona eins og við segjum unique vöru. Okkar lömb þau alast upp upp í fjöllunum og borða villtan gróður og drekka tært lindarvatnið og þannig segir maður frá því og svo eru þau tekin af fjalli og eru tiltölulega ung þegar þeim slátrað. Þannig að þetta svona þeir punktar að við séum búin að vera með eitt sauðfjárkyn alveg frá landnámi, verja það mjög vel, vera með takmarkaða framleiðslu, vera með alltaf því villibráð og meyrt og gott kjöt og það stenst allan samanburði á heimsmarkaði og þess vegna eigum við að fara þannig fram á erlendum mörkuðum að við þurfum að fá meira, við þurfum að fá ekstra mikið fyrir okkar afurðir. Síðan komum við að öðru í þessu sem lítur að því hvernig við sköpum sem mest verðmætin úr því sem bændurnir framleiða og það hefur orðið gríðarleg bylting í því á ég myndi segja á undanförnum 10 árum. Það hefur svo sem löngu verið þekkt að hirða lifur, hjörtu og nýru en við þetta síðan bætist vambirnar og gatninnar. Við hefum verið að hirða hrútstittlinga og eistu og svo náttúrulega hausinn og lappirnar. Og svo náttúrulega aðalmarkaðurinn fyrir fullorðið hrossakjöt erlendis og þar hefur nú aðalega og gegnum
allmörg ár selt hrossakjötið inn á Rússlandsmarkað. Og það kom þannig til fyrir nokkrum árum síðan að við vorum búin að vera að flytja út á Rússland og mér langaði einmitt til þess að vita hvað þeir gerðu við þetta. Þegar við vorum svona að reyna að þróa vinsluna hjá okkur og þegar ég var í Rússlandi þá hitti ég kaupanda og ég spurði hann í hvað þeir notuðu þetta og þeir sagði að þetta væri svona vinnsluefni og notaði í vinslur og ég var að velta einmitt þá fyrir mér hvort að þetta væri að koma í staðinn fyrir eitthvað annað kjöt eða hvort þetta væri markasett svona sem hrossakjöt út á markaðinn, hvort að við getum selt einhverja sögu með þessu og þá sagði hann nei, þetta væri þannig að þetta notað í sérstaka uppskrift sem svona eina þjóðarpilsunum sem við framleiðum í Rússlandi. Og ég sagði, ok, og hvaða pilsur eru það? Ja, það eru kanínupilsur. Og ég sagði, nú kanínupilsur? Já, þetta uppskriftin þannig að þetta svona 50-50 Það einn hestur og ein kanína í uppskriftinni. Og það selja sem kanínupilsur þó að þeir séu ekki að villa á þessu heimildir eða neitt eins og þau segja, þá enda hestarnir í þessum kanínupilsum. Þannig að við höfum flutt út nokkur 100 tonn á ári af hrossakjöti til Rússlands sem verða af kanínupilsum þar. Það eru margir þættir sem þurfa að ganga upp og vinna saman til að við neytendur getum nálgast vöruna út í búð. Þessir þættir eru auðvitað ólíkir og mismargir og flóknir eftir afurð og búgrein. Til að gefa ykkur smá dæmi ferlið frá afurð til fullbúinnar vöru, skulum við taka fyrir 2 landbúnaðarafurðir, mjólk og blóm. Ferlið byrjar í gróðurhúsinu á rótuðum græðlingum með fræi eða með lauk. Ræktunin tekur mislangan tíma eftir tegundum og þar skiptir auðvitað máli að blómið fái nægt ljós og næringu. Því næst eru blómin tínd, skorin eða klippt og svo flokkuð eftir gæðum og útliti í fyrsta og annars flokks vörur. Þeim svo pakkað eða þau sett í vendi, allt eftir því hvert þau eiga að fara. 4 sinnum í viku kemur sendiferðabíll sem næri vöruna og þaðan henni ekið í heildsöluna. Heildsalan sér svo að dreifa vörunni í blómabúðir og verslanir allt land þar sem viðskiptavinnurinn getur nálgast hana. Og þá það mjólkin. Ferlið byrjar auðvitað á því að kýrin mjólkuð en til þess hún framleiði mjólk þarf hún að fá næringu og góða umönnun. Bóndinn eða róbótinn mjólkar kúna og því næst kemur tankbíll og sækir hana. Tekið sýni af mjólkinni hjá hverjum bónda áður en hann dælt í húsi í mjólkursamlaginu og hún gæðaprófuð. Svo mjólkinni dælt á tanka í samlaginu og þaðan fer hún í skiljun og gerilsneyðingu. Vinnsluferli mjólkurafurða mislangt. Ostur tekur til dæmis frekar langan tíma að búa til en mjólk í fernum getur verið komin í verslanir samdægurs þar sem viðskiptavinnurinn getur nálgast hana. Eins og við höfum séð í þáttunum eru íslenskar landbúnaðarafurðir mjög fjölbreyttar en stærstur hluti þeirra eru matvæli. Við fengum landsliðskokkin Garðar með okkur í lið og báðum hann að elda fyrir okkur mat úr afurðum 8 af 12 aðildargreinum landbúnaðarins. Við slepptum sem sagt 4 greinum en okkur fannst ótækt að láta manninn elda loðdýr, tré, dún eða ferðamenn. Við skulum sjá hvernig til tókst. Já, góðan daginn. Ég ætla að elda fyrir ykkur 3 rétta máltíð úr þessu staðbundna hráefni sem Birna endilega skora á mig með. Þetta verður ykkur áskorun. Það verður gaman að sjá hvað manni dettur í hug. Eitthvað fáránlegt en samt skemmtilegt. Garðar byrjaði á listauka úr íslensku lambi. Þá var forréttur með íslenskum gulrótum, íslenskt salat, íslensku eggi,
íslensku beikoni og íslenskum kjúklingi. Næst var það aðalrétturinn, en hann innihélt íslenskt nautakjöt, íslenskt folaldakjöt, íslenska tómata og íslenskar kartöflur. Máltíðin var svo fullkomnuð með eftirréttinum sem innihélt íslensk jarðarber, íslenskan rjóma og íslensk egg. Já, íslenskur landbúnaður er sannarlega bragðgóð blanda.